Kæru gestir, ég heiti Júlía Guðjónsdóttir og fyrir hönd okkar hérna í grunnskólanum bjóðum við ykkur hjartanlega velkomin á árshátíð grunnskólans í Borgarnesi. Þessi þáttur orðinn stór partur af skólastarfinu þar sem allra flestir koma að verki með einum eða öðrum hætti. Þáttur sköpunar í starfi nemenda aldrei ofmetinn. Það hefur verið unun að horfa á nemendur og starfsfólk takast á við þetta kröfuharða verkefni en gleðin hefur skínið úr hverju andliti. Og nú fáið þið að sjá afraksturinn. Þemað í ár vinátta og hjálpsemi og vísa atriðin í það með einum öðrum hætti. Við megum svo sannarlega vera stolt af ungviðinu hérna í skólanum hjá okkur. Kynnar kvöldsins eru þær Rita Rún og Sólveig Sigurbjörg úr 10. bekk. Njótið stundarinnar. Gjörið svo vel. Góða kvöldi. Velkomin að árshátíð grunnskólans í Borgarnesi 2016. Ég heiti Sólveig Sigurbjörg. Og ég heiti Rita Rún. Við munum kynna fyrir ykkur dagskráni hér í kvöld. Hér á eftir komum við til með að sjá mörg skemmtilega atriði sem krakkarnir í skólanum okkar hafa verið að vinna að síðustu vikur. Í ár þema árshátíðarinnar vinátta og hjálpsemi og mun skemmturinn tengjast því á einn eða annan hátt. Já, einmitt, en eigum við ekki bara skella fyrir fyrsta atriði? Við byrjum að þess á 1. bekk, syngja nokkur vinnalög undir stjórn Guðrúnar Rebekku og Sigrúnar. Bjóðum 1. bekk velkomin.
gaman að heyra svona ljúga tóna frá krökkunum í fyrsta bekk. Já, heldur betur, en næst á svið eru krakkar úr öðrum bekk. Þessi krakkar eru alltaf hressir og kátir í skólanum. Þeir ætla að syngja ABBA-syrpu en texti fjallar þau sjálf, kennarana og skólabræðin. Gjörið þið svo vel!
Hvað segir satt? Þriðji bekkur ekki næstur? Jú, nemendur úr þriðja bekk sýna 2 atriði. Leikþáttum vináttu, tröllskessur og flumbrauð og tröllkall að því loknu dansatriði. Hér koma þau. Pabbi, viltu segja mér sögu? Já, það vil ég. Ég skal segja þér söguna af henni Flumbru. Hún var tröllskessa sem átti góðan vin sem hún var svo gríðarlega skotin í. Flumbra gamla tröllskessa var einu sinni ólega skotin í stórum ljótum tröllkarli. Heyrðu vinkona, við getum ekki leikið lengur. Sólin fer að koma upp og þá veistu hvað gerist. Já, tröllin eru nefnilega þannig gerð að þau verða steini þegar sólin skín á þau. Þess vegna flýtti tröllin sér heim áður en sólin kom upp. Þetta gat ekki enda nema á einn veg. Eina óveðursnótt eignast skessan 8 stráka. Ósköp voru þeir stórir og ljótir og líkir honum pabba sínum. En skessunum fannst þeir undir fallegir og hún elskaði þá svo mikið að hún titraði og skalf. Hún horfði bara á hvað þeir voru fallegir með hárstrið út í allar áttir og kaðlaði niður framan. Hún hafði aldrei séð fallegri börn. Nú var hún að finna þeim falleg nöfn. Hún hugsaði dag og nótt og hætti ekki að hugsa fyrir hún fann nafnað á alla átta. Nú fáið þið heyra frá trölladrengjunum hvaða nafn þeir fengu. Ég fæddist fyrstur og vekk nafni Arnfríður. Ég fæddist annar og heiti Fuglfríður. Ég svo þriðji og heiti Dagfríður. Ég svo fimmtýr og heiti Snófríður. Stórfríður ég er svo 6. Undrafríður heiti ég er svo 7. 8. og 6. kom ég heiti Bráfríður. Ég elska ykkur svo mikið með verkefni stóra tröllahjarta mitt. En eina mildra vornótt myndi Flumbra allt í einu eftir tröllkarlinum sem hún var svo voðalega skotin og hafði eignast með alla þessa 8 stráka. Hún bjó sig til ferðar til að hitta þennan góðvin sinn á ný. Nú var hún að taka alla strákana 8 með sér yfir fjöll og dali, gír og gljúfur. Hún lagði af stað leið og sólin settist og kippti þeim öllum í einu yfir fjöll og hamra, ár og jökla. Aldrei alla leið til tröllkarlsins síns. Þegar hún var næstum komin, gægðist sólin upp yfir haflötinn og þau urðu öll á steinum. Og þarna standa þau aumingi tröllkarlinn fékk því aldrei að vita að tröllastrákunum sínum var. Takk fyrir söguna, pabbi. Nú er ég ekki lengur hræddur við tröll. Remember
Já, en næstu koma miðstigi. Nemendur á miðstigi flytja fyrir okkur söng, leik og dans. Söngkópurinn er undir stjórn Jóhannu, Gunnars og Guðmundar. Leiklistahópurinn er undir stjórn Halldóru og Helgu og danshópurinn undir stjórn Andreu og Erlu Helgu. Kolbrún hefur verið hrein til aðstoðar. Bjóðum miðstigi velkomin.
Ég veit hvað ég þetta. Blessaður Stella. Já, blessaður. Ég lofti þér 8. Já. Hvað er Snorri litlar gaman? Hann er 3 ára. Ég spæði hann með djóknum til mikið kostur. Herra hann að lesa og skrifa? Já, það er flott. Þú kannar hann að lesa og skrifa. Kíktu að kenna þess að ekki tækifæri. Já, flott. Blessaður. Já, verður blessaður. Guðný! Já. Hann Jón Loftsson í 8 ára, hann ætlaði að taka hann Snorra litla í fóstur og kenna hann að lesa og skrifa. Já, það væri fínt að kenna hann að lesa og skrifa. Ég kom svo gæta mikið. Sorry. Snorri fer til Noregs! Konungur Noregs, Snorri Sturluson til þjónustu reiðbúinn. Drottning Noregs. Skúli Jarl. Frú. Hvað er að frétta af Íslandi? Ekki svona mikið, alltaf að drepa og drepa. En alltaf gætt að búa hann í Noregi. Þeir eru allir svo miklu vini. Já. Þetta er hangur. Ég þarf að fara aftur til Íslands og skrifa. Skrifa endilega eitthvað um mig. Eða mig. Snorri fer aftur til Íslands! Strákar, ég bý ykkur pottinn. Jæja Snorri, þannig þú að teimi í Reykholti. Reykholti, já, Reykholti. Þetta er konan mín og þetta er börnin mín. Ég býð í pottinn. Jæja Snorri, hvað ertu að skrifa núna? Bara konungasögur? Já, fínt. Ég er þeir sem er strákar mínir. Jæja nú strákar mínir, ættu að vera í pottinum í allan dag? Já! Við erum ekki hættir að berjast! Snorri fer aftur til Noregs! Ég
Hvað? Þið ættir að vera vinir? Já. Já, ég er henni þess ekki. Ég ætla að fara aftur til Íslands og drepa mína menn. Þú ferð ekki fyrr! Útvillig! Þú ferð ekki fyrr! Útvillig! Ég ætla að skapa mig Gissur á Íslandi. Ég ætla að byrja hann að drepa Snorra Sturluson. Ok, sæll Gissur. Blessaður. Ég vil að þú drepi Snorra Sturluson. Ha, ég? Já, þú. Af hverju? Ég held að Snorri hafi svikið mig. Ég treysti mér til þess. Árni! Hvað? Það var að drepa Snorra Sturluson. Getur þú gert það fyrir mig? Já. Ég drep hann í nafni Noregskonungs. Eigi skal höggva! Eigi skal höggva! Hvað ef Snorri hefði ekki verið höggvinn? Hvað hefði þér fundið sem það, Snorri? Það hefur gott að kannski skrifa fleiri bækur. Hvaða menn hefðu bara sest yfir og leyst málin? Hvaða menn hefðu samið frið? Hvaða menn hefðu hægt að berjast? Kannski hefur Snorri orðið heim sem frægur fyrir að koma á friði. Engin friðarverðlaun heima. Hvaða menn hefðu nú bara verið í heitapottin og rætt málin í bróðurni? Hvað ef þeir hefur bara sæst og haft gaman? Snorri hefði átt að stoppa barndan og láta þessum börðust leysa málin. Þeir hefðu bara átt að henda vopnunum. Snorri, vilt þú segja eitthvað á lokum? Vináttan gulli betri. En næsti, Snorri? Gulli betri. En næsti, Snorri? Vináttan gulli betri. Og við þökkum fyrir í kvöld. Cause we
Já, en seinsta sinn hér í kvöld er nemendur og unglingastigið. Undirbúningurinn var svipið sniðu undanfarið ár. Krakkarnir gátu valið sig í hópa eftir áhugasviði og unnið því allra atriðinu á einhverjan hátt. Leiklistahópurinn var í höndum Helga Stefáníu og Ingu Margrétar. Kristín María Sámkvömstarhópinn, Gunnar Jónína Rán stýrði leikmyndahópinn og Greta Sámkvömstarhópinn á ferðu. Einnig stjórnuðu Birna Hlín og Gunnlaugur skreitingarhópnum og Páll Jóns á teknihópinn ásamt Andra og Viktori. List- og verkefnakennarar voru síðan hópunum til aðstoðar. Hér kemur unglingastigið með dýrin í Hálsaskagi. Gjörðu svo vel. Í Hálsaskógi er samfélag dýra ekki ósvipað því sem gerist hjá okkur mannfólkinu. Þessi saga fjallar tillitssemi það að vænlegast er að lifa í sátt og samlyndi og að samvinna öllum til góðs. Hér mætir Mikki sjá með mjóa kló á tá og mjúkan pers og merkisvip sem nektar okkar frá. Ég ligg í leini þétt við lágan runn og klepp. Ef lykt ég finn hver lítinn mús er löngu illa sett. Ég kalla gagn með kló í músaskinni. Þá hver ég gef mér brauð og tínu þinni. Komst og neyta mér og máskefst upp og fer. Er 1 og 2 og 3 og þá með þökk hún éti nér. Hvar er það Marteinn skómus? Það er best ég fyrir mig hérna, svo ég ná honum eftir. Ég var að koma frá Hérastuðs bakara og þar keypti ég stóra fína köku. Því amma mín er að koma í heimsókn í dag. Ég vona bara ég hitti ekki að Mikka Ref í dag, því hann er hættulegur. Hvað með ykkurinn hana? Bara köku? Láttu mig fá hana. Nei, amma mín er að koma í heimsókn í dag og hún á að fá hana. Láttu mig fá kökuna, annars éti ég bæði þig og kökuna. Nei, amma mín á að fá hana. Láttu mig fá hana. Gæti þig, það stendur við með baka tríu. Hvað áttu að segja? Það stendur við með baka. Hvað áttu að segja? Músaræxli! Mikið er það svo sorglegt að refir skuli ekki geta klifrað í trjá. Þeir bara ég skal ná þér þó síðarverði. Og hversu lengi heldur þetta að bíða eftir því, Mikki minn? Ég mun sitja hér og bíða þar þú detti niður. Er þið nokkuð að móti skapið og til rauði svo lítið? Syngdu bara. Og meðan sem ég ekki að þú glimpsir og datti niður. Þetta var nú eitt mesta bull sem ég hef nokkur tíman heyrt. Já, þá hefur þú ekki mikinn vit á skáldskap. Ég skil það sem ég kæri um að skilja og bráðum éti þið upp til vagna. Ert þú svona ógeðslega svangur, Mikki? Ég skal gefa þér smá til að selja sárasta sultinn.
Músaræxli, hættu þessu, annars! Annars hvað? Því. Heyrðu, Nikki, ég skal syngja byrjun af vísu sem hún mamma mín kendi mér. Þetta var bara besta múr. Það held ég. Það var best að borða sig. Heyrðu Lili, þetta var falleg vísa sem vorst að syngja hana. Heyrðu Lili, látt ekki svo sért á hana, ég sé þig vel. Hvert í loðan. Það hefur verið leikið á mig aftur. Það var best ég farið hérastuðs bakara og borðið allar kökur hans. Enginn vant að baka piparkökur því að við eigum okkar eigin piparkökusaum. Sing
strákar. Ég þetta náði í hug. Tökum opnið í kökuna, þittum það hingað og fyrir alltaf þætti kökuna. Já, þetta góð hugmynd. Ég ætla að fá allar þessar kökur. Það eru 3 krónur og 10 aurar. Bull og þvæla, ég borga ekki. Ef þú borgar ekki þá færðu ykkur kökur. Samið mér. Já, afi minn sagði sko að stolnar kökur væru vondar en kökur sem væru keyptar á heilalandi. Þær væru sætar og góðar. Afi þinn var ugludallur. Þetta er bara bull og þvælu sæti kökunar. Það eru 10 aurar sem unga setur. Það er bara góð. Já, hann afi... Hættu það, maður hann hafa þér. Nú er heim og það ekki peningur að borga. Þetta er bara vel. Já, nú ætla að kaupa allar kökuna á okkur. Húrra, húrra! Lilli svaf allan daginn þegar það var heitt í veðri í skóginum. Þegar hann vaknaði var hann sárvangur. Nú er of seint að fara að tína netið, sem er svo sem ágætt. Því mér leiðist það svo óboðslega. Ég hef ekkert þátt. Ég hef bara að syngja. Það er ekki sama. Væpur að hætta. Þú veit böndin. Lilli Klifumús hafði ráfað skóginn og nú var farið að dimma og of seint til að fara að tína hnetur. Hann ákvað því að fara í heimsókn til íkornafjölskyldunar. Ansans vandræði. Þá hef ég ekkert betra að gera en að fá mér inn á neti. Þessi var bara góð. Er nokkur hér? Nei, Gæðu fram. ansans vandræði. Nú er ég að fela mig. Hamingjan góða. Hvert er ég eiginlega komin? Lilli lítur hissa í kringu sig því hann er komin í barnaherbergi íkornafjölskyldunar. Litlu íkornasystkinin, Pési, Lísa og Tumi, voru nýháttuð og voru bara að sofa. Nei, Lilli Klifumús í heimsókn. Húrra, húrra! En gaman að sjá þig. Já, þú ert svo skemmtilegur. Hvað vitleis er þetta, Börni góð? Eigið ekki verið að fara að sofa? Æ, frú íkornamamma. Ég var bara stattur hérna í grendinni og ákvað að heilsa góðum vinum. Þú stóðst ekki yfir dyr, þetta er innum gluggan, Lilli frendi. Það skiptir engu máli, farið bara aftur að sofa. Við þurfum ekki að sofa fyrst Lilli er komin. Já, Lilli, þú er minnst að syngja lag fyrir okkur, er það ekki? Jú, ég skal syngja fyrir ykkur vísu refinn sem beið til þér og reyndi að éta. Já, syngdu refinn, átta þig. Nei, mér tókst sko að gappa hann. Nei, Lilli, ertu komin? Já, ég var bara stattur hérna í grendinni og... Lilli, ættu að syngja lag fyrir okkur? Ég drauma öll
Amma skógamús, eins og hún alltaf kölluð, amma hans Martin skógamús. Hún brosir og heilsar öllu sem hún þekkir, en suma vill hún helst ekki hitta. Þess vegna athugar hún vel að sér í hverju spori. Stödd í bangsamúsinu. Bangsamamma önnur kafin því í dag þvottadagur og þá þvær hún allt. Í dag mánudagur og í dag fæ ég sko stólþvott. Ég skal hjálpa þér. Ég skal setja af á þvottinn í hrúgun. Æ, þakka þér fyrir það, bangsi minn. Ég þekki á sækjuvatnið. Nú skal ég leika á hann. Það fela mig í þvottavonum og þá veit mamma ekki hvað er orðið mig. Jæja, ætla að sé þá ekki bara best að byrja. Nú held ég vatninu ofan í. Hjálp! Þetta áttu ekki að gera. Bangsi minn, hvað það gera? Þetta áttu ekki að gera. Jæja, fyrst þú ert að koma inn ofan í orðið. Já, ætli þú er ekki bara í leiðinni. Þá sleppur við þá laugardaginn. Alla litla bangsamann með nauta sátu mamma kann. Hann skal nú fá hreinan fell, hvað sem verður seinni í kvöld. Verður skána mjálma þér og hálsinn kolast aftur undrum á mér aldrei fær, hvað skrýtnar þær. Betur skal ég bangsi minn, hlusta á þér nefnbrotinn, ekki gá í eira þín, elsku krúnni minn. Hlusta bangsi mann í valanum hann vissi kann, verður stóna ekki mitt og okkar landi fer. Á meðan bangsamamma var að þvo þvottinn, komu Marteinn og Lilli Kliðumús í heimsókn til að tala við bangsapappa. Góðan daginn, bangsamamma. Góðan daginn og verið velkomnir. Þakka þér fyrir. Við erum konið til að tala saman bangsapappa. Já, gerum svo. Hann bara hérna inn í stofu. Góðan daginn, bangsamamma! Og svo hafið, við Lilli höfum búið til lög fyrir öll dýrin í skóginni. Já, þetta líst mér vel á. Köllum saman öll dýrin á morgun við stóra reykartréð. Ég skal ekki auglýsingu. Dýrin veltu því fyrir sér hvaða erindi bangsapappi ætti við þau. Þegar öll voru mætt steig bangsapappi fram fyrir stóra eikartréð og hringdi bjöllu og hóf mál sitt. Hljóð! Fundurinn er byrjaður. Kæru vinir, okkur getur öllum liðið vel hérna í skóginum ef við erum bara góð hvert við annað. Ég hef heyrt að parti broddgöldur hafi reynt að éta ömmu mús.
Og að Mikki refur hafi reynt að éta Martin skógamús. Nei, það var að Martin skógamús það læddist á eftir mér og reyndi að éta mig. Hvaða vitleysa? Hér eftir er öll í skóginum að vera vinir og ekki borða hvert annað. Hvað eigum við þá að borða? Þú getur bara að borða alls konar grænmetisrétti eins og við hinn. Og ég bara... Þeir sem bara borða kjöt og fljúgu alla daga, þeir feitir verð og flóna því og fá svo illt í maga. En gott er að borða gulrótina, gróa brauði, steinselína, krækir mér og kartöflur og kaffir og það með sig. Þá fá allir mettan maga, helst að verða alla daga eins og röndin út í hana leysist vel og létti. Að loknum stóra fundinum undir eykatrénu reyndu öll dýrin í skóginum að vera vinir og ekki éta hvert annað. Uglan át reyniber og Patti broddgöltur naðaði hnetur og rætur. Mikki refur var meira líka að segja ljúfur og góður. Góðan daginn, Elísabet. Góðan daginn, Mikki. Líður ekki bara vel í dag? Nei, ég er glórhungraður og hef ekki fengið almennan mat í marga daga. Já, þá ættir þú að prófa að fara í heimsókn. Það er alltaf svo skemmtilegt. Svo að maður búið upp á allskins góðgæti eins og hnetur, ber, ávexti og með þess að grænmeti. Prófaðu þetta, Mikki minn. Gangið vel. Hnetur. Og ég bara... Gulrætur. Þetta var góðmeti. Ekki finnst þér yfir hana? Nei, gras og garðakál, ei girdist heilbreið sál, að öðvast lægð og afla því er alveg vonlaust mál. En betri angan ber, nú blærað vitum mér, ég kannast við sviðina svíni og súsa og fleski hvað matur er. Á svínasteik ég soldnum augum mæni, ég sveita bílinn niður í ástum ræni. Nú líð ég líka splæ og lágum móttan bæ, heyr einn og tveir og þrír og þá ég dráðan vita fæ. Sem heldur stærsta beinunum saman, þar verð ég og grípa. Allt í lagi, en ætlar þú að taka heilt læri? Já. Já,
gömul sé aftur komin á kreik. Já, það er refurinn. Eftir að hafa skoðað skjammuna og sé spor þar eftir refinn og það vantaði 1 læri, þá ákváðu bóndinn og bóndakonan að fara á refaveiðar. Bóndinn og bóndakonan læddust allan skóginn í leit að refnum en fundu hann ekki. Innar í skóginum eru íkornabörnin og Bangsi litli að leika sér í feluleik. Þegar bóndinn og bóndakonan komu auga á Bangsi litla sitjandi á trjágrum, teljandi inn í feluleik. 21, 22, 23, 24, 25. Sjá hvað situr þetta á trjágrum? Ha, hvað? Er þetta refur? Nei, mikið er á fallegur. Við skulum reyna að ná honum. Já, hérna, taktu byssuna, kelling. Ég ætla að grípa hann. Hey, Styrjum, við getum stór grætt á hann. Nú, af hverju segir það? Ef við seljum hann í sirkus, þá fáum við vel borgað þess að hann lítinn fallega Bangsa. Mamma, hjálp! Bóndinn og bóndakonan læstu Bangsa litli inn í skjamminu. Þar er hann búinn að dúsa alla nóttina á meðan öll dýrin í skóginu leituðu að honum. Bóndinn var búinn að ákveða að fara með hann næsta dag til bæjarins og selja hann og sirkusinn var staddur í bænum. Sáu þau hjónin möguleika og geta grætt mikla peninga á því að selja Bangsa litla. Ég er bara heim í hálsaskó. Það er ekki gott að vera svona aleinn hér. En þú ert ekki aleinn, því ég er ekki hjá þér. Hver er þú og hvað ert þú að gera hér? Ég, húsamúsin, og hér á ég heima og hér á ég alltaf að eiga heima. Ertu svangur? Já. Heima í hálsaskógi voru allir í öngum sínum við því að Bangsi litla hafði verið rænt. Öll dýrin fóru heim til Mikkar efst til að athuga hvort hann hefði nokkuð borðað Bangsa litla. En svo var ekki. Og eftir mikla rannsóknarvinnu komst dýrin að því að í skóginum voru bæði mannaför og lykt. Já, nú voru gáður af dýr. Ég er með hugmynd hvernig við frelsum Bangsa litla. Hvernig er hún? Ég, Lilli og Matti og ægjumst af bóndabænum. Það situr hundir fyrir fram á skemmuna. Ég votta af með hundurum og meðan Lilli og Matti fari að frelsa Bangsa litla. Þetta er nú mikið hættu för. Þetta er það. Og munið það að öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Skógið veist að kjörskap kom með gleði, söng og teiti. Í Bangsi okkar ammæli nú á þetta leiki. Unnur hann hægina, verður 50 ári að lengir yfir allt sem ristir allan kamp.
milli 6 og hálf 7 og það er að taka mynd fyrir mig kalla á